Já, nú skulum bara vinna þessar rás hér. Nú erum við að finna heildarviðnámið. Það er að við tökum þessi 3 viðnám, hendum þeim, setjum 1 í staðinn, sem kemur í staðinn fyrir þessi 3, sem er það með sama viðnámið. Og nú getum við gert það með þessum 2 aðferðum. Við vorum hann áðan, þá notum við aðferðina R1 sinnum R2 deilt með R1 plus R2. Þetta er bara 2 viðnám, hér eru 3. Við getum notað þessa aðferð hér og byrjaði því að taka hérna 2 viðnám og gert þau að einu viðnámi sem er það útkomin úr þessu hér og tekna nýja mynd sem er þetta viðnám og þetta nýja viðnám hér og síðan gert þetta aftur. Við tökum 2 hringi á þessu eða notað 1 á móti. Við skulum bara gera báðar aðferðirnar. Byrjum hérna að taka þessi 2 viðnám hér og búa til 1 úr því. Það er hérna. Og það er þá bara R1 sinnum R2, það er bara 20 ohm hérna, 20 ohm, ég sleppi ohmmerkjunu, 20 ohm sinnum 10, deilt með 20 plus 10, þetta eru 200, deilt með 30, það er ykkur tala, sjá, 200 deilt með 30, þetta eru 6,66 ohm, 6,66 ohm, þannig að nýmynd núna, og þá spennugjafinn hérna aftur, hann er 30 volt og þetta nýja viðnám hérna, 6,66 ohm hérna, 6,66 ohm og síðan R3 hérna sem er 8 ohm. 8 ohm og þá tökum við aðra umferð á þessu hérna, það er þá 6,66 sinnum 8 deilt með 6,66 plus 8 og nú fáum við viðnámið sinnum 8 einhvern tala deilt með svíinn 6,66 plus 8 svíi lokast. Þetta eru 3,63 ohm. Þetta eru 3,63 ohm. Svipað tala voru með áðan. Þetta er þessi, með því að gera þetta í 2 hringjum. Fyrst þessi 2 hérna búið til 1 úr því, tekna nýja mynd með því og þetta 8 er að taka þetta aftur hérna. Hin aðferðin er 1 á móti. Og það er þá 1 á móti 20 plus 1 á móti 10 plus 1 á móti 8 og þetta er einhver tala x og henni deilt upp í 1. Það er að fá sama út úr þarna. Við byrjum bara að breyta þessu yfir það sem kallaði bara almenn brot, deilum bara 20 upp í 1 og 10 og finnum á 0,1 og leggja þessu bara saman. Það er svona, það gerum við ekki mistök. 1 deilt með 20, 0,05, þetta er 0,05. 1 deilt með 10, það er bara 0,1. Það er 0,1 hérna. Og 1 deilt með 8. 1 deilt með 8. Ég setja 1 á undan og svo 20 eða, já, þetta er 1,25. 1,125. Þetta legg ég allt saman hérna. 25 plus 0,1 plus 0,05 jafnt þó 0. Já, þetta er 0 hérna, fyrirgefið, 0,125. Þetta er sem sagt lagt saman hérna, saman svona. Þetta er 0,275 og það deilt upp í 1. 1 deilt með ansver 3,63. Þetta er sama svarðu auðvitað, sykkur aðferðin. Ef þið ætla að gera það hér á vélinni ykkar í einu gói, þá það gerir þetta þannig að þessi 1 hérna, hann er þá hér, 1 deilt í svíinn, 1 hérna, deilt með 20 plus 1, í deilingartakkan, deilt með 10 plus 1, deilt með 8, svíi lokast jafnt og. Hérna fæðum við út samantöluna. Það er að segja, við deilið, svíinn er allt hér fyrir neðan, deilt upp í þann eina hérna. Þannig að þetta þurfum við að hafa svona hreinu hvernig, já, við þurfum að nota þessa aðferð eða þessa. Eða bara, það er báðar. Nú, við ætlum að finna hérna, skulum við ekki afl, við skulum finna straumana í öllum þessum leggjum hérna. I er 1 og I hérna er 2, I er 2 og I er 3, I er 1 hérna.
Heildarviðnámið er jafnt og 3,63. Þetta getur bara til burtu. Svona. Ok, það er bara óslamálið. Vaff upp á tygginu, vaff, I, sinnum R og við ætlum að finna vaffið, þetta hendinni við vaff. Spenna er jafnt og straumur sinnum viðnám. Og þið viti spennuna yfir öllu þessu viðnám. Spennugjafa spennan, það heillvíri hér 30 volt, farið mæliprófin hingað, alveg hingað með viðnáminu, hérna er 30 volt, farið hingað 30 volt, hérna 30 volt, 30 volt yfir öll. Þið vitið hvað er stór, 20 ohm, 10 ohm, 8 ohm, þannig að þið vitið viðnámið, vitið spennuna, nei hérna, já, fyrirgeðu, við ætlum að snúsa fyrir I, við ætlum að finna strauminn. I er jafnt og vaff deilt með R, svona. I er 1 hérna, I er 1, straumur í viðnámi nr. 1 er jafnt og spenna R1 deilt með R1 og spennan 30 volt deilt með 20 ohm og þetta er 1,5 ampere. I er 2, straumur í gegnum R2, það er þá spennan yfir R2, vaff R2 deilt með R2 og það eru 30 volt aftur deilt með 10 ohm og þetta eru 3 ampere. Sjá. 30 deilt með 20, já. Og straumur tekur hérna R3, I R3 er jafnt og spennan yfir R3, vaff R3 deilt með R3 er jafnt og 30 volt deilt með 8 ohm og þetta gefur okkur einhverja tölu 30 deilt með 8 30 kemur á undan í reiknivélina svo deilingarmerki og svo 8 3,75 ampere. Svona. Þannig að straumarnir eru 1,5 ampere, 3 ampere og 3,75 ampere. Þannig að heildarstraumur sem rásin tekur er þessi straumur pluss þessi sem er sama talan. Svo við deila þessu hérna 3,63 ohmum upp í 30 voltinn og ég fá það saman út. Prófa það. Hérna bara 30 volt hérna bara til gamans deilt með 3,63 er einhver tala hérna 75, 3, 30 deilt með 3,63 þetta eru 8,24 ampere þetta er ekki að svipa hérna 6, 7, 8 þetta er samtalan hérna og svo að finna núna hver mikil straumur eyðist, tökum bara hérna R3 nei, hver mörgur vött eyðast í R3 og það er vattþrýstingurinn vöttin upp á stykkinu I sinnum U svona og vött er jafnt og straumur sinnum spenna það er að segja straumurinn í gegnum R3 sinnum spennan yfir R3 er aflið sem eyðist í R3 sem hiti þannig að vött R3 er jafnt og I R3 sinnum U R3 og þetta er jafnt og 3,75 ampere sinnum 30 volt 3,75 sinnum 30 þetta eru 112,5 watt 112,5 watt sem að eyðast í viðnáminu R3 hérna þannig að þá er búin að reikna allt straumana, vitum spennuna og heildarviðnámið og svo beðum að finna aflið sem eyðist í einu viðnámi og það er bara spennan í viðnámið sinnum straumurinn í gegnum viðkomandi viðnám einfalt. Takk.